Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, á miðvikudaginn í síðustu viku þá byrjum við á því sem við kallum Trump-tímann. Við ætlum að hafa einu sinni í viku umræðu þær breytingar sem að verða í Bandaríkjunum undir í valdatíð Donald Trump og sem að kannski ekki bara það sem að gerast innanlands í Bandaríkjunum, þá við okkur langi svolítið til þess að hafa fókusið þar, en þá hefur allt sem að gerast í Bandaríkjunum náttúrulega gríðarlega áhrif á okkur út allan heim. Og við ætlum að halda áfram umræðu Trump og hefur fengið hingað góða menn. Ég Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur sem að starfaði lengi í Bandaríkjunum. Þorsteinn Þorgeirsson sem að sömuleyti á reynslu í Bandaríkjunum. Og hér sakfræðingurinn, þeir báðir hagfræðingar, en hér sakfræðingurinn Sveinn Máni Jóhannesson sem að skrifaði doktorsritgerð ríkiskerfi í Bandaríkjunum, kannski svona fyrir einhverju síðan, eins og sakfræðingum hættir. Já, fyrir svolítið löngu síðan. Já, fyrir löngu síðan. Herðu, það sem við höfum reynt að halda út í fréttatíma á samstöðinni og það maður að tína til það sem að gerast. Þá eiginlega alveg með ólíkindum hvað mikið að frétta í Bandaríkjunum. Það eins og Trump sé að þenja þetta allt saman út að ystu mörkum. Það eru fréttir sem að koma innan úr dómskerfinu, að meta það hvort að ákvarðanir hans séu réttar. Hann með breyta afstöðu gagnvart Úkraínu og hann að gera ýmislegt í Gaza eins og við þekkið og það lokað alríkið út af átöku við demókrata. Hann að senda herlið inn í Chicago. Þetta eiginlega með ólíkindum hvað mikið í gangi. Það eins og, þú veist, kannski að sjóða upp úr pottunum, ég veit ekki. Hvernig finnst ykkur ekki skrýtin tími sem við erum að lifa? Jú, visst tíminn skrýtin, en einn af hans aðal hugmyndafræðingum hefur lýst því sem ásetningi þeirra að opna allar flóðgáttir og láta þar með talið spillingarmálin að dynja á þjóðinni í þvílíkum straumi að menn tapi áttum og viti ekki hvar þeir eigi að byrja. Því að þeir eru ekki fyrrbyrjaðir að fjalla eitt málið þegar næsta kemur upp. Og þetta sem sagt meðvituð strategía eins og bara liggur fyrir í yfirlýsingum hans nánasta hugmyndafræðings sem heitir Steve Bannon. Já, það því að upptalningin mín var svo ófullkomin að til dæmis samningar sem háskólar að gera til þess að halda einhverju af framlögunum til sín. Það sem eru að lofa því að taka ekki við stúdentum frá tilteknum stöðum eða með tilteknum viðhorfum, ekki vera að kenna tilteknum hluti. Þetta eru bara svona neðamálsfréttir einhvers staðar innan allan hamaganginn. Já, mitt. Þú sagðir að þetta væri á suðupunkti. Þá spyrir maður hversu lengi getur eitthvað verið á suðupunkti á þess að sjóða upp úr. Og þá færið sagan niður eftir eldavélinu og niður út á gólf. Mitt. Eins og Þorvaldur var að segja, þetta náttúrulega búið að standa yfir í núna hálft ár. Þessi svona linnulausa árás eða alla að hinn á þessu í samfélaginu. En núna upplifum maður í svona síðust 5 vikum, sérstaklega í kjölfar þessar ræðu yfir hershöfðingjónum. Sem var mjög skrítið sjónarspil, en líka mjög alvarlegt að það sé eitthvað svona, við sem komin á eitthvað ennþá alvarlegri stað en áður. Og bara þetta, og það náttúrulega rauðasta línan sem hægt að finna náttúrulega herinn og að pólitísera herinn í innanríkismálum. Og það alveg augljóst að það vegferðin sem í gangi núna. Og við sjáum spilast út í í Portland, Oregon og núna í Chicago með mjög ábyrjandi hætti þar sem talað innri óvinni og þá að vísa því róttaka vinstri demókrata, þar að segja tala flokkspólitíska óvinni og tengja hervald við það og á saman tíma augljóslega verið að þenja út það svona hægt og rólega forsetinn að gera sig með öllu óháðan lögum og reglum. Þegar kemur að beitingu hervalds innanríkis í Bandaríkjunum og við sjáum það bara með því að beita þjóðverðarliðinu og hernum á hátt sem augljóslega ekki löglegur með það sem hefur verið túlkað löglegt undanfarandi 200 ár
og nú munir þessi dómsmál svona filtera í gegnum dómskerfið á næstu það svona ýmist hvað afstöðu dómar að taka. Einn dómari segir að það megi ekki senda þjóðarliðið til Oregon, næsti segir að megi senda það til Chicago. Já, nákvæmlega og það alltaf stóra spurningin hvað gerist þegar þetta kemur svo að efri stigin, dómstigin sko. Og það náttúrulega eitthvað sem svona skuggaleið sko, sem fósitar farnir að fara oftar og oftar, að það bara að svona sletta fast-trakka málum upp í Hæstarétt sem fyrst sko. Og nú Trump náttúrulega með Hæstarétt sem mjög vinveittur honum og hans dómar, þar sem dómar Hæstarétts á þessu ári hafa verið frekar mikið Trump í hag. Hann hefur fengið að gera það sem hann hefur viljað. En ekki allt. Í flestum tilvikum. Einhverjum tilfellum þá. Einhverjum tilvikum, já. Það var aðeins sem að slegja puttana á. En langflest fer í gegn. Já, svona umræði sem ég verið var við sko, þá talað að þetta muni flest fara í gegn, en það veit það enginn sko, þetta svona ágískaninn, þetta með herinn, með þjóðverðarliðið muni fara sennilega í gegn, en svo svona ákvarðanir sem svona augljóslega stjórnarskrárbrot, til dæmis varðandi fæðingarborgarréttin, svo kallan birthright citizenship, að það rétturinn muni kannski hafna þar, en almennt séð mun hann verða frekar hliðhóllur forsetanum og styðja þau samfélagslegu breytingar sem að Trump að ná í gegn. Já, styðja þessa ótrúlega miðstýringu í framkvæmdavaldinu, í forsetavaldinu sem eiga sér stað í Bandaríkjunum núna og mjög mjög dramatísk. Já. Aðeins varðandi að þú tala ræðuna sem hann hélt yfir Hessunvíkjónum og þá sagði hann, það var margt merkilegt íni, en eitt af því sem var náttúrulega fór víðast, hann var að tala að herinn ætti að nota bandaríska borgir sem æfingastaði og óvinnurum væri innanlands. Við ætlum ekki að vera fókusur á óvinnin úti og það ætti að senda herinn á það. En það svolítið munur á að senda þjóðvarliðið og herinn. Ekki? Heldur betur. Það töluverður munur að senda herinn. Það oft verið sendt þjóðvarliðið. Sko. Þarna hann að segja að senda herinn og ég hef verið að lesa það sem að eru hersöfðingjar og lögfræðingar og fleira að segja þetta bara brot á stjórnarskrá. Að senda herinn á bandaríska. Já, það enda líka samkvæmt mínum skilningi að þessu líka stjórnarskrárbrot að senda þjóðverðarliðið inn í ríki þegar að ríkisstjóri ríkisins á móti. Það frekar skýrt hefur verið. Þú ert að segja að Hæstiréttur munu líklega gútera það? Það svona þykir líklegt, já. Og það en svo náttúrulega það herinn líka, sko, en náttúrulega þetta allt saman upptættur að þessu, sko. Þetta hluti að sama og við erum að tala inn í herinn að við svona vera undirbúa herinn undir það að taka þátt meira innanlands. Og þetta náttúrulega, herinn mjög professional fyrirbæri sem búin að læra það í margar kynslóðir að hann ekki að skipta sér af stjórnmálum innanlands og hann alls ekki að koma að löggæslu nema þegar það augljóslega verið algjört neyðarástand, bara augljóst algjört neyðarástand. En þannig Trump svolítið að segja að þið eigið að gera sér í ykkur sem hann, og þessi her hefur áður neitað að gera það sem hann biður 2021 í tengslu við valdaskiptin síðast. Það hefur herinn sagt nei, við styrum með okkar prosídjúra og okkar reglur. Við ætlum ekki fylgja í blindni fyrirmælum forsetans. En þannig hann hægt að róla að segja, sko, þegar ég segja þessi neyðarástand, það þarf ekki eitthvað svona hlutlegt mat á því hvort þessi neyðarástand, ef ég búin að ákveða það að þessi neyðarástand, þá þurfum við því að fylgja því. Mér finnst þetta svona svolítið örtúlkun á því sem að gerast. Ég meina þetta miklu stærra mál en svo að þetta sé bara hann sé allt í einu að fara að senda herinn inn í fylki. Þetta náttúrulega hluti, við vitum að Bill Clinton sem dæmi að hann lét fjarlægja 12 milljónir ólöglegra innflytjenda á sínu tímabili úr landi og það gerði hann á þess að það væri nokkur athygli veitt í. Nú hefur síðan Biden opnaði landamærin eftir að Trump hafði lokað þeim að þá flæddu inn og það eru menn deilum það hvort það hafi verið 10, 20 eða 30 milljónir sem hafi komið inn á þessum 4 árin sem Biden var í kjöri en Trump náttúrulega kosinn til þess að... Þetta er líka 30 milljónir? Nei, ég menn þetta eru tölur. Já, bara, en þetta eru tölur sem fleygt fram. En sko Trump búin að láta kjósa sig á svona plattformi eða kosninga með lista yfir það sem hann ætlar að gera eins og hann gerði þar áður og það sem sagt að
fjarlægja þetta fólk úr landi sem mér finnst svona mjög gaga sko að ætla einu sinni að byrja það. Hann byrjaði með því að fara á eftir sakamönnum, fólki sem var tilheyri glæpasamtökum eða eitthvað svoleiðis og það var heilmikið mál út af því. En nú virðist þetta vera sko þetta æs, að það virðist vera að færast í aukana sko að taka bara venjulega borgara það sem það næri þeim. Ekki bara það, heldur eru þessi starfsmenn sem að fástu þessari verka klæddir lambhúshettum og fara í ómerktum bílum og taka fjölskyldufeður og láta þá hverfa og konurnar og börnin sem eftir standa veit ekki hvort þeir eru komnir í fangabúðir eða eru komnir til El Salvador. En ég var ekki búinn, ég ætlaði bara að bæta við að sko hann truflaði hugsunna hjá mér sko en sko það verið að fjarlægja þarna og sko það er mótmæli gegn því, það eru meira sér uppþot og það er oft kannski svona frekar róttæk samtök ungs fólks, Antifa eða eitthvað svoleiðis sem einmitt svona klætt eins og æshermennir með dregið yfir andlitið en málið varðar sko eignarétt hins alríkisins að ef að það er alríkið má fara inn til að venda eigur sínar í fylkjónum, það er bara lögin en síðan stangast á sjónarmið eignaréttin og að verja hann og síðan sko réttindi borgara í þessum fylkjum að ef að herinn er farin eitthvað að fara inn á rétt borgarana að þá dæma yfirleitt lögin, þá er yfirleitt sagt nei, það má ekki og það er, þetta Comitus-akt er oft nefnt í þessu sambandi að það skilgreinir sko hver hinn borgarlegu réttindi eru og það má ekki fara yfir þau. Ég er nú engin lögfræðingur en þetta er bara það sem ég lesið. Svo er eitthvað annað ákvæði sem varðar sko insurrection ef að það er sko bara raunverulega sko bylting gegn alríkinu að þá má sem sagt senda inn þjóðvarliða og yfirleitt fá þeir kannski 400 þjóðvarliða frá Texas eða einhverju aðliggjandi eða öðru fylki sem er viljugt til að lána þjóðvarliða þannig að þetta er ekki sérþjálfaður sko her undir stjórn sko alríkisins þetta er eitthvað sem hinn fylkin hafa hjá sér. Það er skilgreiningin á því hvað er neyðarástand og það hefur verið deilt það allstaðar þar sem að menn sverji af sér að segja hvað neyðarástand og hann er að lýsa því ég var nú bara að horfa á blaðamannafundin með forsætisráðherra Kanada í gær þar sem hann er að tala Washington sem að þið hefur báðir búið í Washington hann var að tala að nú væri hann búinn að taka til og nú geti bara fjölskyldufólk farið út að borða í Washington sem að gat ekki gert áður og enginn sem að býr í Washington kannast við þessa Washington sem hann er að lýsa þetta ófremdar ástand sem að þarna var. Hann er að ljúga upp sko ófremdar ástandi og byltingar ástandi í borgum sem að demókratar stjórna til þess að framkalla uppþot og til þess að búa til réttlætingu fyrir því að beita ofbeldi. Trump verður að sitja áfram í embætti að eigin dómi einnig fram með næstu forsetakosningar. Því að hann veit það að leið og hann fer úr embætti þá fer hann rakleiðis fyrir rétt og fer í fangelsi. Þannig að honum er jafn brýnt að sitja þarna þar sem hann er til dauðadags eins og Putin og öðrum slíkum mönnum sem hann dáir. Það er nú fáir sem eru sko vanari að vera í dómsölum heldur en Trump. Þannig að ætti hann að óttast það eitthvað? Já. Já, vegna þess bara að hann slapp með skrekkin með því að vinna sigur í forsetakosningunum í fyrra og að slíkan sigur vinnur hann valla aftur nema honum takist það sem Orbán tókst í Ungverjalandi og Erdogan hefur tekist í Tyrklandi og Putin í Rússlandi og Putin í Rússlandi að búa svo hnútana að það sé fyrirfram gefið hver ber sigur og býtum í kosningum. Þetta er stóra hættan sem að Bandaríkjamenn standa fram í fyrir. Að vera kosinn til mikilla valda, soga til sín valdið, breyta samfélaginu svo mikið að þú heldur völdum. En ég meina er þetta ekki leiðin sem að Trump er að fara? Franklin Roosevelt, hann var í 4 kjörtímabil. Það var gerð stjórnarskrásbreyting eftir hans valdatíð til að stytta þetta í 2 kjörtímabil. Þannig að þetta er ekki sko meitlað í stein í sjálfur sér en þetta er í stjórnarskránni. Rétt.
Og haldið það að hann sé að horfa til þess að bjóða fram, hann alltaf að veiða þessum húum sínum, Já, en það er nú verið bent á það að hann er stór græður á framlega þessa húur. Já, hann lætur beinlínis að því liggja að hann ætla að vera áfram, sko. Þó að þessi skýrt brot gegn stjórnarskráni. En ég held... En sko söluhagnarinn á húunum fer ekki í kostingasjóðu en eins og þess, fer bara í vasanum. Ég held samt eins og við höfum talað áður við þetta borgunar, Smári, að dagar hans séu taldir. Og það er vegna þess að það er eitt rautt strik sem enginn kemst yfir. Hann er sagt að sjálfur að hann geti fram með morð á Fifth Avenue í New York og munir sleppa með það. En það er eitt sem mönnum leyfist aldrei og það er að tengjast með einhverjum hætti barnaníði. Og það er þess vegna sem þeim liggur svona á að koma í veg fyrir birtingu gagna Epstein barnaníðs hneykslið og þegar þau verða birt og demókratar eru komnir með þann meirihluta í þinginu sem þeir þurfa til þess að þessum gögnum verði sleppt að þá verða endalokin skammt undan. Það er mín bjargfasta sannfæring. Og allt sem við erum að sjá er raunverulega tilraunir Trump til þess að tefja að það geti gerst. Já. Þannig skoða ég málið. Sumir vilja til þess að horfa á ástandið á Gaza út frá svipuðum gleraugum. Þetta sé eiginlega bara varnartilburðir Netanyahu til þess að komast hjá því að sittast í fangelsi. Já, en það er líka ákveðin einföldun. Því þar að baki vitum við líka að það hvíla áform sem eru eiga sér langa sögu og djúpa rætur stór Ísrael og þá nýlendustefnu sem Ísraels ríki hefur stunda lengi og stundum samtvinnast af persónulega hagsmuni stjórnmálamanna á hverjum tíma og svo framvegis en þannig að þetta er svona Trump kemur á því að samfélagin okkur hefur verið rænt, það hefur ykkur vinstri sinnar tekið yfir háskólasamfélagið og fjölmiðlana og allar listirnar og heilu borgirnar og svo við verðum bara endurheimta samfélagið okkar. Þannig hann byggir á einhverju svona hugmyndum. Já, og auðvitað snýst þetta persónulega hagsmuni einstaklinga á borð við Donald Trump, en þetta snýst líka svona eins og var komið inn að hér áðan svona stærri sýn á framtíð Bandaríkjanna og það er ákveðin svona það er mjög djúpstæðar breytingar í gangi á sem lúta ekki bara hagsmunum eins einstaklings heldur á grundvallarbreytingar á uppbyggingu bandarísks svona lýðræðiskerfis og það er þessi svona mikla miðstýring í og ég meina þessi þrískipting ríkisvalds við tölum gjarnan í Bandaríkjunum sem er maður muna fífilsinn færi og allt það sko er ekki upp á stendur ekki endilega þröstum fótum fyrir en það er augljóslega verið að grafa undan hennar mjög ábyrjandi hátt núna og það er verið að miðstýra bæði innan framkvæmdavaldsins hefur verið að miðstýra á mjög skarpan hátt valdi í höndum á forsetanum og að gera það óháðara svona stjórnsýslu löggjöf og lögum með öðrum orðum meðal annars sérstaklega með að gefa forsetanum ótakmarkaðri heimildi til að reka og ráða stjórnendur opinberra stofnana sem eiga að vera sjálfstæðar og við höfum séð það núna fyrir bara að leggja niður ráðuneyti og annað slíkt bara eins og ekkert sé og núna í eldsi næstu viku eða þar næstu viku þá mun Hæstaréttur held ég kveða úr hvort að Bandaríski Seðlabankinn sé sjálfstæður eða hvort hann megi reka menn úr stjórninni og það verður stór ákvörðun sem verður áhugavert að fylgjast með og þetta er bara svona og afskipti Trumpa hernum er bara annað dæmi það er þetta svona bæði þetta svona stofnanalega sjálfstæði sem er hluti á þessu framkvæmdavaldi af því annars forsetinn hefur náttúrulega gríðarleg völd en það er temprað að þessu leyti að stjórnsýslu lögum og stofnanalegu sjálfstæði og öðru slíku og þetta erum við að sjá veikjast töluvert mikið á sama tíma höfum við séð að dómstólarnir hafa verið viljugir til að færa honum meira og meira vald gefa honum frjálsan passa það sem áður var ekki dómstólar hafa yfirleitt verið mjög mjúkir gagnvart forsetum undanfarna áratugi en ennþá meira ef eitthvað er gagnvart Trump undanfyrir en það er þetta Hæstaréttur sem hann hefur skipað mjög marga í og svo að samanskapi sjáum við þetta meira og meira gagnvart þinginu þar sem Trump er einfallega bara nánast ég vil ekki taka of djúpt í árunni en að segja að Trump sé að reyna að taka fjárveitingavaldi af þinginu er kannski svolítið rótækt en það er samt við erum ekki langt yfir á og það er eitthvað sem er mál sem eru fyrir dómstólum og ég meina og grundvallaratriði í lýðræðisríki er að fjárveitingavaldi sé í höndu þingsins
ekki ykkur eins manns, ekki framkvæmdarvaldsins. Lýðræðisríki grundvallast á því að þingið sem miðpunkturinn í löggjafarsamkoman. Það er svona grundvallar ákvarðanir eins og stríð og frið. Til dæmis, já. Og þessar ákvarðanir eru allar að vera komnar úr höndum bandaríska þingsins yfir til framkvæmdarvaldsins. Er þetta ekki bara augljós söguþráður að hann er að styrkja forsætisembættið með því að draga úr valdi stjórnsýslunar með því að leggja niður ráðuneyti og eitthvað fleira? Hann er að veikja þingið með tilskipunum og öðru slíku með því að fara fram hjá þinginu. Hann telur að Hæstiréttur sé svona eitt af stjórntækjum sínum, með því að hann er búinn að velja þar inn fólk þar sem að muni fara að hans vilja. Og ræðan sem hann hélt yfir þinginu og kannski enn frekar stríðsmálaráðherrann, sem hann vil kalla sig svo, var það að herinn ætti að þjóna þeim, forsætisembættinu. Já. Sko, ég meina, er þetta ekki bara leið Erdogan, Orbán og Putin? Nei, ég vil ekki fara svo langt. Sko, ég held að dómsmál í kringum ákvarðanatöku varðandi utanríkismál, þar sem einhverjir dómarar í einhverjum fylkjum eða sýslum er að stöðva framkvæmdavaldið, að Hæstiréttur hefur ítt því til hliðar. Bara forsetinn hefur þetta utanríkisvald. Og ég skynja þetta miklu frekar sem svo að George Washington sem var fyrsti forseti Bandaríkjanna að hann sagði ég vil að Bandaríkin verði sá risi á heimsviðinu að enginn þora að ráðast á okkur. Þá voru Bretar búin að ráðast á það og átt eftir að ráðast á það aftur í stríðinu 1812. En ég held að þessi hugsun er svolítið rík í Bandaríkjamönnum og sérstaklega í Trump að hann segir að ég vil hafa mesta eyðingarmátt af öllum í ríkjum að því að Bandaríkin eru svo greit að enginn þori að ráðast á okkur. Það er líka að selja vopnin. Jú, svo er það stór iðnaður og þetta er náttúrulega sennilega stærsti hergagnarseljandi í heimi, það eru Bandaríkin. En við erum að tala um svona innanlandsmáli. Þú ert að tala um svona Bandaríkjastafi ógnað utan. Hann var að segja að stærsta ógnin við okkur er að innan. Já, það er bara hans orð. Hann sagði það. Og hann er að senda herlið á borgir. Já, en það er rökstuðningurinn, það er náttúrulega hægt að túlka þetta á alla vegu, en rökstuðningurinn hjá honum er að það sé ákveðið anarki í þessum stóru borgum, að það séu tugir þúsunda drepnir á einhverju reglugu tímabili og það séu 100.000 gengi sem starfi í þessum borgum og þetta sé fíkniefna greni bara eins og enginn getur hugsað sér þetta svo víðfeim glæpastarfsemi. Jú, en byrju þóttu það, hann hefur hrakið fleiri mig til að fara að skoða til dæmis morðtíðinu og eitthvað fleira og ég sé þetta bara ekki. Hvergi hægt að finna þess merki sem hann er að fullyrða. Ertu að leita að aukningu eða bara morðum á mann? Ég sé toppurinn var á fyrstu Reagan-árunum en síðan er þetta bara meira og minna á niðurleið alveg sama hvað ég skoða Já, og ég les þetta alveg eins og þú. Og ef að einhver andmæli kemur úr háskólanum og segir afbrotafræðingur sem segir þetta, að þá segir hann þetta sé bara einhver áróður. En þetta er svo margfalt meira heldur en til þessi okkar friðsama þjóðfélagi. Það er alltaf verið það, þetta er náttúrulega morðóð þjóð. Já, og hans röksendafærsli er að hann vil byggja upp efnaheimin á ný og hann vil skapa þann frið sem hann telur að Bandaríkjanna hafi haft áður fyrr. Að bara það sé meiri sátt í samfélaginu og fyrsta leiðin er að fara með kraftinn, meðan herrkraftinn og bara segja hér erum við og bara hægið ykkur. Það er eitthvað svoleiðis. En er það klók leið til þess að búa til fríð í samfélaginu að bara þagga niður í andstæðingum mínum? Já, hver eru andstæðingarnir? Eru það glæpamennir eða? Nei, vinstri menn segir hann. Já, hann er náttúrulega líka að gera lítið úr þessum fylkisstjórum demokrata í þessum stóru borgum og er að ásaka þá að hafa ekki gert neitt gagnlegt fyrir fólkið þarna í borgunum. En á það er fólkið í borgunum ekki að fá að kjósa sitt yfirvald? Jú, en það getur verið að það sé líka að það sé svona political machine, Chicago hefur nú lengi verið þekkt, að það sé ákveðin pólitísk vél sem stjórn öllu og það er erfitt að breyta því. Þannig erum við komið svona hugmyndum að landsfæðirinn, leiðtoginn, hann viti eiginlega betur hver væri bestur að því að stjórna Chicago heldur Chicago-búar og þá erum við eiginlega farin að yfirgefa lýðræðið. Já, það má vera. Það má bara vera að þetta sé andsvar við mjög ómögulegri og erfiðri þróun
og það leið okkur út í einhverja vitleysu, ég veit það ekki, en þetta allavega þessi röksendafærsla sem í gangi, mér fannst bara rétt að nefna hana líka. Bandaríkin ekki lengur lýðræðisríki. Stjórnmálafræðingum allan heim ber saman að Bandaríkin hafi sagt sig úr félagskap lýðræðisríkja og næstu tölur sem birtast eftir þessa síðustu atburði í Bandaríkjunum munu þeyta Bandaríkjunum langt niður þennan lista og það einhver mesta auðmýking sem Bandaríkjamenn hafa kallað yfir sig í allri sögu sinni og þetta mun draga dilka á eftir sér. Bara hugsið ykkur bara það að ferðamönnum frá Kanada til Bandaríkjana hefur fækkað 1/4 bara síðan í fyrra og ferðamönnum til Bandaríkjana á þessu ári hefur fækkað 8%. Ég þekki bara fullt af fólki í mínu nánasta umhverfi sem segist ekki munu stíga fæti inn fyrir landamæri Bandaríkjana meðan ástandið þarna er svona. Og þetta mun auðvitað draga dilka á eftir sér í efnahagslegu tilliti en við bara sjáum það ekki nógu skýrt ennþá eða afleiðingarnar sem að þessi makalausa tollheimta hefði að réttulegi haft vegna þess að gervigrindin að marka svo djúp spor þarna fyrir vestan. Það að segja fjárfesting í útgjöld til gervigrindar-verkefna af öllu tagi valda því að efnahagslífið í Bandaríkjunum lítur bara vel út. Ég hef fyrir grindarmann segja að gervigrindin sé einhver magnaðast uppfinning mannsandans bara síðan við byrjuðum að gangi í gúmmístígvélum. Og það er mikið til í því en hvort það endist, hvort að bjarsýnin sem að tengist því endist, það eigum við eftir að sjá en þetta skyggir allavega á neikvæðar afleiðingar tollastefnunar sem að margir, þar með ég sjálfur, áttu von á að myndi lasa við fyrir áður en við erum í efnahaginn að þú tala lýðræðið ekki hægt við að Trump og Trumpistar segi sem svo þegar þessi listar birta ég meina þetta bara áróðurstæki út úr einhverjum vinstri sinnuðum think tank og háskólum að vera að færa okkur niður og auðvitað er þetta þannig við viljum ekki vera efst á þínu lista af því að það er bara það er verið að mæla þarna þetta er einhverju vóglistar sem við viljum bara ekki vera á það er ekki hættan við að það er bara svara með því ef þú ætlar að fella okkur niður listan þá er listin bara óvirkilegur en lítið líka til þess þetta eru 360 milljónir þetta er suður pottur af bara fólki hvaðan úr heiminum þetta er alveg rosalega margbreytilegt samfélag og meiri sé að svæðin ólík svæði það hefur verið talað að það séu 9 þjóðir í Bandaríkjunum bara í svona einhverjum menningarlegum greiningum það eru svona ólíkar áherslur hvar þú ert í Bandaríkjunum þannig að þetta er ekkit auðvelt að ná sem sagt einhverju lýðræðislegri niðurstöðu eins og hjá kannski okkur sem erum ennþá svolítið homogén þjóð og svona erum með svona svipa lífsviðhorf Já, en Þorsteinn þá einmitt ætti að vera þannig ef að þú ert kosinn með eitthvað mandate og færi þarna helminga atkvæða af helmingum sem að kýs 25% þjóðarinnar sem að kausa þig að þá hefur takmarkaðra umboð til þess að rinda í gegn einhverjum stórkostlegum samfélagsbreytingum vegna þess að samfélagi er eins og þú ert að lýsa því. Þetta eru rök en ég held að enginn hafi beitt þeim. Ég held að þeir túlkið þetta bara sem að þeir hafi mandatið eða þeir hafi unnið og þá hafi þeir fríspil og hann telur að hann hafi sigrað með það glæsilegum yfirburðum að þetta er verið ljóst en Kamala Harris hún segir það sama þetta hafi verið á mjóstu munir sem hafi verið þannig að menn eru svona kasta þessum boltum á milli sín en hann er bara sýnist mér að vera að gera það sem hann sagðist alltaf að gera Kannski skjóta inn varandi neyðarástandið og það er náttúrulega við bara að leggja áherslu á það að þetta eru mjög einstækir tímar. Þú veist að það að nota þjóðverðarliðið og herinn í innanríkismálum gerist mjög sjaldan í þeim skilningi að nánast aldrei þegar að þjóðverðarliðið er nota gegn vilja ríkisstjóra í ríkjum
Það að segja að ríkisstjóri ríki samþykkir það ekki eða kallar ekki beinlínis eftir að forseti fari gegn vilja ríkisstjóra í ríki til að kalla þjóðverðarliði eða kalla til herinn til innanríkismála í ríkjum að það gerist, það er teljandi á fingurum annarra handar. Kennedy gerði það 63 í Mississippi þegar hann var að koma fólk blökkufólk í skóla. Ef ég klára, að þá gerist það bara á einstakum tímum í algjöru krísástand í bandarísku samfélagi og ég get nefnt momenti eins og borgarstíð, niðurbrot aðskilnaðarstefnunnar í Suðurríkjum Bandaríkjanna, þetta og líka og jafnvel á kreppuáratugnum og þetta eru svona hinn moment sem þetta hefur gerst. Það gerist náttúrulega aldrei. Þú myndi segja að við lifum þannig tíma, Sveinn. Núna verðum við að, ef við bregðumst ekki við woke-byltingunni, að þá mun bandarísk menning koðna niður í auðvitaðskap. Það var einlega til að túlka það sem í gangi, að þetta eitthvað skoðanar gaggbylting gegn þeim róttæku samfélagsbreytingu sem átt sér stað í Bandaríkjunum í kjölfar borgarréttindabaráttunnar og það eru margir sem túlka þetta þannig. Þetta er einhvers konar endurkoma hvítarar yfirburðaríki og lykilatriði í henni er að brjóta á bakaftur meðal annars það er víðtæku breytingar á sviði stjórnarskrár, stofnana og stjórnmála og samfélags- og efnahagslífs sem fylgdi í kjölfar endurloka aðskilnaðarstefnunnar. Og ná tilbaka breytingu sem urðu inn í skólakerfinu, inn í háskólakerfinu, inn í stjórnsýslunni og þar handu göttunum. Ég held að sé svona, það lítur út eins og þessi mjög kerfisbundin svona árás á alla stofnanir samfélagsins til þess að ná aftur völdum, myndu þeir líka orða það? Ekki bara það, þetta er líka árás á söguna, sko. Hann gerir lítið úr þrælahaldinu, hann hefur mælt fyrir endurreisn hershöfðingja Suðurríkjanna í borgarastyrjöldinni og það er allt á þessa sömu bók lært. Þetta eru mestu óþverra sjónarmið sem hafa komið fram með að náð svona langt í Bandaríkjunum frá byrjun, allavega frá lokum borgarastyrjaldarinnar. Það voru einstækir menn eins og George Wallace í Suðurríkjunum sem náðu smá fylgi, unnu nokkur fylgi í forsetakosningunum til 1968, en að maður með þessar skoðanir og sem að raðar í kringum sig fólki, eingöngu fólki sem hefur sömu skoðanir þegar hann er að manna sína ríkisstjórn, skuli núna ráða á lögum og lofum í Bandaríkjunum. Það er bara einhver allra alvarlegustu tíðindi sem hafa borist frá þessu mikla landi og fyrir umheiminn bara áratuga skeið. Og við það er ekki búandi. Einhver kann að segja sér svo að það þurfti nú eitthvað að gera því að Bandaríkin voru á slæmum stað. Stöðnun í lífskjörum hjá meginþorra fólks. Og mikil aukning misskiptingar, mikið rétt sko, en það þurfti ekki þetta. Og samheldnin eiginlega horfin úr samfélaginu, algjör klofningur á milli miðhluta Bandaríkjanna og strandana, klofningur á milli stétta, klofningur á milli sveita og borga og ég meina þannig að Bandaríkin sem tilrunni Bandaríkin eins og við segja stundum, hún var bara komin í þrot og eitthvað var að gera. Og hér er eitthvað. Ég held sé ákveðin pendúll, sko, en það er svolítið varasamt að setja á sig, sko, siðgæðisglerugu nútímans og dæma eitthvað 200 ára gamalt einhvern viðburð sem gerðist eða einhverja stöðu mála þá. Ég held að til dæmis það sem hann segir afmá söguna að það var einmitt sko hvítir í Norður- eða Suður Karólínu 2017 sem var að mótmæla því það var verið að rífa niður styttur af einhverjum hersöðingjum sem tilheyrðu Suðrinu að þeim fannst verið að afmá sína sögu en sko þannig að þetta eru átök eins og þú segir, það er klofningur í gangi og ég veit ekkert hvernig á að koma honum í jarðsamband eða laga það en Trump er enginn nógu vitlaust til að bjóða sig fram sem forseti Bandaríkjanna. Trump er þessi pendúll sem fer til hægri og svo var Biden, hann kom frá vinstrinu. Það er eitthvað svona sáttaferli í gangi sko. Ég veit ekki hvað að gerast núna í styttumálum í Bandaríkjunum sem dæmi. Varðandi andstöðuna við þetta, því að sömuleyti finnst mér bara að Trump ganga bara mjög vel og ég velti við stundum býtu, hvað er demókrataflokkurinn? Hvað er svona virk andstæða við þetta í Bandaríkjunum? Mér finnst hann að vanta, Sveinn, eða ekki? Jú, ég held að það sé ekkert understatement að segja það. En þeir eru svona aðeins að sína lit þessi dagana. Svolítið svona fólk úr Hollywood? Já, en líka núna bara í tengslu við Ég sé ekki beint akademíkar ykkar úr háskólanum er að rífa kjaft. Í Bandaríkjunum? Jú, marga. Já, en á móti kemur sko
að menn eru mishugrakkir, þeir standa misfast í fæturna. Menn að sumir háskólarektorar hafa lippast niður og bara tekið upp tékkeftir til þess að kaupa sér frið og sumir dómarar munu væntanlega gera slíkt í sama. En svo eru aðrir rektorar og aðrir dómarar og fyrirtækjaforstjórar sem standi í lappirnar og vonandi dugir það til þess að flýta fyrir brottför Trumps úr Hvíta húsinu. Andstæðan, Sveinn, er hún ekki veik? Eða veikar heldur maður myndi halda? Jú, ég held sér rosalega erfitt að fallast ekki á það. En við sjáum núna til dæmis í tengslu við lokun alríkisstjórnarinnar sem núna komin á aðra viku, þessum töluorðum, að það meðal annars út af því að demókratar hafa reist ákveðna kröfur varðandi heilbrigðistryggingakerfið í Bandaríkjunum, því að fyrir hugaðar breytingar að því að hálfu Trump munu að það sem ég hef lesið mögulega kosta 15 milljónir manna, 10-15 milljónir manna heilbrigðistryggingarnar sínar. Og að demókratar hafa tekið afstöðu sterka gegn því núna í þinginu og neitað að semja áframhaldandi fjárlög á ríkisstjórnarinnar nema að verði komið til móts við það. Þannig að það einhvers konar vísir af anstöðu. Annars náttúrulega hefur demókratar hafa verið í krísu frá 2016 og hvernig þeir að díla við Trump. Og þeir hafa beitt ólíkum aðferðum eins og að lögsækjan, að reyna að fókusera á þessa skandala, endalísu skandala og svo framvegis það hefur ekki virkað. Þeir hafa haldið sér oft hafa náðunum, það hefur aldrei virkað. Búin að reyna að segja hans bjáni, búin að segja hans dóni, búin að segja hans hitt og þetta, ekki þessu virkar. Það virkar ekki. Þannig að en þau til svona í framsæknari armi demókrataflokksins eins og til dæmis Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez hafa aðeins verið að taka til að beita sér fyrir því að mæta og halda fundi og reyna að móbilisera fólk. Þau eru á svona fundarherferð, ég kikið svolítið á þetta hjá þeim og þau eru að reyna, myndi líklega heita það, að þau eru að reyna að orða andstöðuna, að reyna að ná saman orðræðinu andstöðuna gegn Trump. Að reyna að búa til það sem að hefði heitað kannski á millistíðsárunum samfylking gegn fasisma eða eitthvað. Það er svona pólitísta sem að þau verið að reyna. Stundum verið að orða svona í mótmælunum í Frakklandi það sem verið að reyna að ná saman andúð almenningsgagvart stjórnvöldum og það meðst að það er að vera svona tilgangurinn á þeim. Frekar heldur að þau séu skýrt komin með svarið. Mér finnst þau séu að leita því. Hvað er samstæða? Þau eru að reyna að mæta Trump á heimavelli. Og það er Newsom, ríkisstjóri í Kaliforníu að gera líka. Og þau vita það að sá sem að byrjar að fljúast á við svín í stíunni, hann breytist í svín og þau vita þetta en þau telja þetta samt nöðsynlegt og við skulum spyrja að leikslokum. Ég held að Mark Twain þau nefndu það. Ég las eina greining á því að ástæða fyrir því að alríkið er lokað er að republikanar hafa hagað því. Þeir geta þá bara að reka fólk og eitthvað fleira og geta náð stefnu sinni lengra. Hinum einn er að líka demókratar telja sig hafa hagað því. Þannig að þeir þurfa að sýna að þegar framundan eru forkostningar og annað slíkt út af þingkostningunum 2026 að þau verða að sýna andstöðu gegn Trump. Þannig að sumleiti er þetta bara að báðir hafa pólitískan hag af því að hafa alveg ekki lokað og þessum er að lokað. Það var engin hagaði að leysa þetta mál. 2019 þá var sem sagt sama staða og Nancy Pelosi, hún hagaði seglu mjög vel og þeir náðu miklum kosningasigri 2020 og núna er þetta spurningum það hver verður segur það að stöðva sem sagt fjárlögin og halda ríkinu lokuðu. Og þeir eru með þessa kröfu sem sagt heilbrigðisgæslu. Heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum er mjög sérstætt, sko. Það eru mestu útgjöld á landsframleiðslu í Bandaríkjunum en mikið af þeim fer í tryggingakerfið. En þeir eru líka mjög framalega í öllum læknavístum en svo segja þeir sko að þeir vilji fái aukin fjárframlög til heilbrigðismála til að bara tryggja hag borgara Bandaríkjanna en republikanar segja að þetta séu svo kallar fungible eða sveigjanlegir fjármunir sem geti farið í það að veita heilbrigðisþjónustu fyrir ólöglega innflytjendur og það sé megin markmiðið og þeir segja ekki á minni vakt ég ætla ekki að láta taka peninga frá bandarískum skattþegum og færa það til ólöglega innflytjenda aftur
og þetta slagurinn þarna, hvernig reyna að klína á hvern annan sko sök í þessu máli. 15 milljónirnar sem að Sveinn nefnir, það ekki allt ólöglegir innflytjendur. Nei, eins og ég sagði, þetta er fungible, eins og þeir segja, þetta eru fungible eða sveigjanlegir fjármunir, að þó þeir fari inn á forsendum að þetta verði bara fyrir heilbrigðiskerfið, að þá eykur það svigrúm til að þjónusta þetta fólk og þeir eru svo mikið að móti því. Sko, republikanar stýra bæði Hvíta húsinu og báðum deildum þingsins, þannig að það er bara augljóst að það eru þeir sem að bera ábyrgð á lokun sjoppunar. Og skoðanakannan sína að það er einmitt verulegu meiri hluti kjósendar sem að lítur svo á. Þú horfir ekki á Fox News. Þar er þetta sagt, þar fjallaður sko lokun demokrata á annríkina. Já, og lokunum, þetta sé svona fylgjaði handriti, sko. Þú sér svona klippur á netina sem tekið saman hvernig republikanar tala lokunina, þetta er svona alltaf demokratum að kenna. Og að því að demokratar, eins og það var að minnast á, vilja bara fjármagna heilbrigðisgæslu fyrir útlendinga og transfólk. Það er bara handriti fyrir gang, það er bara að fjármagna kynskipti aðgerðir og eitthvað og það er það sem demokrata vilja, þetta er náttúrulega bara þetta er hluti af þessu sem að samfélagi er eiginlega klofið. Þetta bara fyrir þetta menninga, þetta er svona anti-woke menningastrið, það er bara strax í gang, sko, eins og bara Billy Plata sem það er. Fox News er forar pittur, hefur þetta borgar alveg fjallháar fjárhæðir í skaðabætur, er morandi í kynferðis áreitið og ofbeldi bara innan hús og annað eftir því. Það er ennþá þannig að fjöldi bandaríkjamanna horfir á þetta. Ég held að maður verði að kíkja á þessu umræðu til þess að reyna að skilja þetta með einhverjum hætti. Count me out. Ég er hérna með seinna, er ég með trúarbragðafræðing hérna til þess að setja mig í það kristnu hugmyndir sem að liggja á bakvið evangelísku kirkjunni í Bandaríkjunum, bara til þess að reyna að skilja sumt af því sem kemur frá Trump, sem ég held að sé hægt að skilja ekki með hagfræðinni eða með sagfræðinni eða með stjórnmálafræðinni, heldur verður maður að kalla til guðfræðing til þess að reyna átta sig á þessu, því að þarna er eitthvað svona hugmyndur efsta dag og eitthvað fleira sem er bara komið inn í stjórnmálumræðina. Þannig að maður verður aðeins að kunna einhvað af þeim hugtökum. Herðu, Sveinn, við erum með 2 hagfræðinga hérna. Og ég verið að hlusta á Trump. Og hann segir að Bandaríkin hafi verið alveg ónýtt samfélag og ónýtt ríki. En nú sé þetta orðið hottest ríki í heimi. Það vilja allir koma þarna. Bara 1, 2, 3. Hann er að segja þetta. Ég var að hlusta á marga ég var að hlusta á núna það sem hann var að tala með forsætisráðherra Kanada, þar sem hann ætlar að ná samningi við Kanada og ekkert að því að það sé ágreiningu þar á milli. Þetta eru samkynnisaðilar og þetta viljum við báðir fá sömu verksmiðjurnar og eðlilega þetta sé svolítið svona ágreiningur á milli, en Kanada eru vinir okkar. Og það sem hefur gerst núna með uppgangi í efnahagslífinu, að það vilja allir koma og fjárfesta í Bandaríkjunum. Og það er bara, var að vera að segja mér bara daginn að það eru bara 7 trilljónir dollara sem eru að koma í nýja fjárfestingu í Bandaríkjunum. 17. Og Billjónir. Billjónir á íslensku. Já, billjónir, og trilljónir sem eru þúsundir milljarða. 17.000 milljarðar sinnum 120 pluss. Þannig að reikniði nú. Allt í blóma í Bandaríkjunum núna. Það var allt í steik þegar Biden var hérna. En núna er allt orðið gott. Og meiri segja stað ríkissjóðs miklu betri heldur menn héldu og menn skildu það ekki að koma aðrir frá Hagstofunni til mín og sagði það er bara miklu betri stað á ríkissjóð ég hélt og ég sagði kannaði hvort að við sem ekki að fá bara svo mikla tekjur á tollunum og hann fór og kannaði það. Jú, það voru bara konar svo mikla tekjur á tollunum að ríkissjóð stendur miklu betur. Ég held að ekki nokkuð verið eftir rétt haft ég hef sagt þetta áður að eitt stærsta vandamál sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir er þessar miklu ríkisskuldir sem er orðna meiri heldur en við lok seinni heimsstyrjaldar og þeir þurfa einhvern veginn að ná þeim niður og ein leið er að Trump hefur reyna að berja niður vexti Seðlabankans sem er með sitt líkan og þeir eru tregir til að þeir eru með verðbólgumarkmið það að kjarnaverðbólga megi ekki fara yfir 2% eða eigi að vera 2% og hún er núna 2,9 eða eitthvað svoleiðis og síðan er hann að gera ýmislegt eins og að gera viðskiptasamninga við þessar þjóðir sem hann gerði tollasamninga við það að þeir komi loforð það að fjárfesta fyrir samanlagt út alla heimsbyggðina 17 milljarða dollara eða billjónir
og það hefur reiknað út hvað þetta gefur af sér og það þá að hagvöxtur fer kannski úr 2% í 3,5–4% næstu 7 ár ef að þetta rætist og það engin vissa fyrir því en það allavega planið. Mjög óljóst þetta í samningu við Evrópusambandið hver átt að koma með en þetta mjög mikilvægt hvoru tveggja fyrir sjálfbærni ríkisfjármála Bandaríkjanna að þessar skuldir verði lækkaðar og út af það gengur slagur við Seðlabankann og þá að reyna að losna við einhverja sem eru með þetta þrönga sjónarhorn á verkefni Seðlabankans eins og bara almennt viðtekið eigi að vera. En önnur sjónarmið heldur hann sjálfur? Hann með önnur sjónarmið. Hann segir, treystiði mér verðbólgan verður lægri og so far þá hefur verðbólgan ég nefndi þetta í viðtali í hluthafaspjallinu í apríl að verðbólgan gæti bara verið nokkur lág þó að væri koma tollar og það hefur gengið eftir. Jerome Powell sagði núna fyrir nokkrum vikum að reynslan hefur komið honum óvart að þetta ekki að skila sér í hærri verðum og þeir eru að taka á sig heildsalar og útflutningsaðilar, þeir eru að taka á sig hlut af markuppinu þannig að það skilar sér ekki inn í hærra vöruverð fyrir Bandaríkjamenn svo mikið. Þeir vilja líka viðhalda sínum markaðshlutdeild inn á Bandaríkjamarkaði en örari vöxtur, lægri vextir stöðuverðbólga, það einhvers konar uppskrift sem mann verið í huga til að ná niður þessum stóru skuldum. Já, en Sveinn, þú ætlar að skjóta okkur inn? Ég ætla bara að segja, mér finnst þetta mjög áhugaverð efnahagstilraun sem í gangi núna. Svo það fræg ritgerð í félags- og hugvísindum eftir fræðimanninn Charles Tilly sem heitir State Making as Organized Crime, ríkismótun sem skipulög glæpastarfsemi og efnahagsstefna Trumps og alþjóðavettvangi ber óneitanlega merki þess. Hann fer til annarra landa og einhvern veginn fjárkúrðu hálfpartinn inn í að borga sér og pening í einhverjum með einum eða öðrum hætti og það má vel vera að þetta virki eða ekki, ég ekki hugmynd það, enga fórsendur til að meta það, en það sem mér finnst þess að vera áhugavert að við erum að sigla úr því efnahagsstjórnunar umgjörð sem hefur verið ráðandi á Vesturlöndum í 40–50 ár og þú sér það bara með áherslu Trumps á verðbólgu. En einhver getur sagt bara blessunarlega? Ég meina það er náttúrulega lengi getur vont vesna en punkturinn er að annars dögum verður líka kveðið upp úr hvort að Seðlabankinn er sjálfstæður upp á hvaða marki og gjarnan hefur verið talað að forsenda fyrir erlendri fjárfestingu að fjármagnið fjárfestar þurfi eitthvað skona fyrirsjáanleika, lög og reglu, réttaríki, stjórnarskrárbundi, sjálfstæðan Seðlabanka. Það hefur verið rök sem heiminum hefur verið fært af hálfu alþjóða gjaldeyrisjóðsins, alþjóðabankans, þeir verða að koma sjálfstæðan Seðlabankum. Núna erum við það er undir núna. Það er engin vafa því að það það hefur kapítali aldrei verið svona síðað, að það hefur oft kosið að fjárfesta í konungsríkjum og fleira, það er ýmislegt ég meina heiminum vissulega flókn, ég bara tala um formlegu umgjörð efnahagsstjórnunar sem hefur verið við líði mjög lengi, að Trump er beinlínis að fara gegn henni. En formlega umgjörð ekki markmiðið sjálfu sér. Markmiðið náttúrulega hagvöxtur, lág verðbólga og ávinningur fyrir fólk. Þorvaldur, ég varð að skjóta sagfræðingunum að því við erum að tala hagfræðileg mál. Fyrst hann rétti upp hönd og þá varð ég að hleypa honum inn. Gott. Bandarískt efnahagslíf stendur á 2 fótum. Annar traustur og hefur lengi verið og það lýsir sig meðal annars í því að þú skoðar 20 stöndugustu fyrirtæki heims eins og þau eru metin á hlutabréfamarkaði að þá eru 17 þeirra bandarísk og bara 3 koma annars staðar að. Og þetta mikla innstreymi fjármagn sem þú varst að tala um áðan, það fyrst og fremst innstreymi til bandarískra tæknifyrirtækja þeirra sem að leggja sig eftir gervigrindinni sem svo miklar vonir eru bundnar við og margir sem að reka fyrirtækja og venjulegi launþegar hafa nú þegar mjög mikið gagn af. Ég menn í farsímanum mínum og ég nota hann á hverjum degi
og þannig að ég byrjar að sjá kostina þótt ég sjá augljóslega gallana líka með öllum þessu falsað efni og fölsuðum myndum og allt hvað eina. Veikifóturinn sá sem að lýsir sér í aukinni misskiptingu, í hnignun lýðræðis og jafnvel mannréttinda þegar að konur þurfa að horfa eftir bændum sínum inn í ómerkta bíla og veit ekki hvort þeir verða sendir í fangabúður í El Salvador eða í Texas eða Florida. Bandaríkin hafa aldrei verið svoleiðis og eiga ekki vera svona og það er þessi veiki fótur sem að lýsi sér í því að Trump bar sigur úr býtum í forsetakosningunum í fyrra eins og hann gerði einnig 2016 og það bara til einföld leið til þess að leysa það mál þrátt fyrir alla veikleikana sem hér hefur verið nefndir í málatilbúnaði demokrata og það að snúa við úrskurði Hæstaréttar frá 2010 sem að veitti peningum frjálsan aðgang að stjórnmálum. Þessi Hæstaréttur er ekki að gera það. Það er vegna þess að það er búið að hlaða inn í hann undir málflögfræðingum sem sumir eru reyn fífl ef þú vilt vita hvað mér finnst Þú þarf ekki að bíða í 20 ár þannig að þetta sé mögulegt. Við skulum sjá. Það gæti verið að þessi ríkisstjórn fái svo snöggan og sviplegan enda að það skapi skilyrði til þess að hrinda fram með löggjöf breytingu á skipulagi Hæstaréttar. Svoleiðis tillögur hafa legið fyrir langt skeið og bara það að fyrirkomulagi skipun og hæstaréttardómara sé þannig háttað að hver forseti skipi að meðaltali jafn marga dómara á hverju kjörtímabili yfir löng tímabil. Og það er engin vandi og það verður sýnt fram á það að með bara réttum rótasjónsreglum sé hægt að koma þessu fyrir. Og þessar tillögur liggja fyrir, þá þarf bara einfaldan meirihluta í þinginu til þess að samþykkja þær og þannig er hægt að fá nýjan og miklu betri Hæstarétt á skammum tíma. Með við röðunina á hraðan á niðurbróti lýðræðisins að þá eru það farið áður en að þetta beita þessari. Það er stóra hætta. Það er stóra hætta. En varðandi efnahagsmálin, hvar er verðbólgan sem átt að fylgja tollahækkunum? Já, hún lætur á sér standa vegna þessar örvandi áhrif á framboðslið hagkerfisins sem leiðir af gervigreindinni og öllu því. Sko ef að tollahækkanirnar hefði fengið að reiðja sér til rúms einar og sér þá hefðu þær bara eftir bókinni leitt til meiri verðbólgu og hægari framþróunar landsframleiðslu og atvinnu bara á þetta nokkrum misserum en það gerist ekki út af þessari gríðarlegu áherslu á gervigreindina sem ég var að lýsa. Ég sé þetta ekki alveg sömu augum. Nei, ekki vel. Ég held að það séu gríðarlegar breytingar í farvatninu sem taki nokkur ár og þannig að framleiðslan aukist og það hefur áhrif á frambóðsliðina sem dregur úr verðþrýstingi en ef við lítum bara á söguna að Bandaríkin voru lengi með 40-60% tollar fóru hæst í smooth holiday tariffs 1930 að þá hefur til dæmis á þriðja áratug og þá voru þessir tollar háir en atvinnuleysi var mjög lágt og síðan kemur kreppan 29 og þá er það ekki það er ekki út af tollunum og heldur gerist það að það gís upp atvinnuleysi og síðan hækkaðir tollana og þá bætist í atvinnuleysið en síðan haldast tollar tiltölulega háir en atvinnuleysið fer að detta niður með áratugnum. Þannig að þetta samband sem menn teiknu upp að tollar séu alls slæmir, að það hefur ekki efnahagslega forsendur í sögunni. Að því að tollar er ekkit annað en bara tekjustofn fyrir ríkissjóðs, alveg eins og tekjuskattur er. Hann bara bitnar á öðrum aðilum og bitnar öðruvísi. En þetta er náttúrulega árás á þessa alþjóðavæðingar formúlu sem menn hafa verið að keyra á í áratugi
að segja og það var mikill ávinningur af þessari opnun heimsins og hérna bara eins og Ricardo og fleiri góði prófessorar fyrir tíma sáu fram á að sérhæfing út af fríverslun að hún eykur hag allra. En það sem gerðist í Bandaríkjunum var að menn sá ekki fyrir utan verslunarflæðið að menn fóru að færa framleiðsluna til og það skapaði gríðarlega pressu á bandarískt vinnuafl að þeir voru komnir í samkeppni við margfalt tugum sinnum fleiri Kínverja heldur en bandarískir verkamenn eða vinnuafl. Það gerist líka að nýju atvinnugreinar sem eru til að þar náði verkaliðurinn ekki að skipuleggja sig, var ekki verkalýðshreyfingar og það sem var haldið niður í launum vegna að verkalýðsbaráttu var haldið niður í þessu landi. Já, og 5. ágúst 1981 að þá rak Reagan 11.000 flugumferðarstjóra sem voru í verkfalli. Og það náttúrulega var ofboðslega sterkt signal inn á vinnumarkaðinn gildi verkalýðsfélaga. Þannig að það er ýmislegt gengið á í Bandaríkjunum en niðurstaðan var að fyrirtækin urðu mjög sterk, jafnvel á vinnumarkaði líka, auk þess að vera mjög sterk í Washington. Að þau með eins og Þorvaldur gefur ekki kynna. En heldur að Trump sé að minnka fyrirtækja valdið í Bandaríkjunum? Ég held það. Finnst þér það líklegt? Nei, mér finnst það ekki líklegt. Miljardamæringar og stjórnmál eru vondblanda. Þið sjáðu bara hvernig komið fyrir keðjusagar forsetanum í Argentínu sem við vorum að tala hér við þetta borð fyrir nokkra mánuði. Ég sagði þér að það er stutt í það að hann væri komin á hnén og nákvæmlega það hefur gerst og hvert leitar hann þá? Til Trumps og hefur sennilega ella farið til Pútins. Ég spáði því sama. Þeir eru meira að gæla við að Trump muni aðstofan í að taka upp dollarann, bandaríkjadollar í Argentínu. Það las ég ykkur argentísku bréfi. En það er annað sem ég langar til þess að gera athugasemdir við í ræðu Þorsteins, kollega minns, og það er það að ég lít tolla og sögu tollheimtu öðrum augum. Í mínni bók er smútt hóli tollurinn sem var lagður á áður en kreppan skall á. Hann er dæmi eftir hún skall á. Það er í júní 1930. Já, en sem sagt að kreppan er nýskollin á. Það er einhver mesta bommertar sem bommertar sem hefur verið gerð af því að hún ykti kreppuna. Það stóðum við saman á því, ekki? Þetta voru hagstjórnarmistök. Fínt, ok, fyrir ekki, þá hef ég ekki hlustað rétt. En þetta var ekki orsökin fyrir kreppuna? Nei, hún átti sér miklu dýpri og flóknar orsakir. En ég ætla bara að bæta því við að það er engin tilviljun að eitt að merkilegast og besta sem að gert var eftir heimsstyrjöldina síðari var að beita Sameinuðu þjóðunum og mætti þeirra til þess að koma á viðskiptasamningum milli landa, til þess að auka viðskipti með vörur og þjónustu yfir landamæri og ein leiðin til þess er að minnka tolla. Og það er þetta sem Alþjóða viðskiptastofnunin sem heitir núna því nafni hefur verið að vinna að og þetta er í fyrsta skipti sem að stórveldi gerir uppreisn gegn þessar miklu framförum sem að ráðist var í að lokinni heimsstyrjöldinni. Þetta var ekki framfærir fyrir miðstétt og lágstétt Bandaríkjamanna. Það er nefnilega vandinn. Lífskjör launafólks í Bandaríkjunum. Já, ég skil það. Vandinn var sá að menn gættu þess ekki að þessi miklu kostir sem að fylgja auknum viðskiptum með vörur og þjónustu að þeim sé skipt sanngjarnt að milli fólks. Á milli hagnar og starfsmanna. Já, og með öðrum orðum að það eru klárlega aukin velferð sem að leiðir af frjálsari viðskiptum sé vel að þeim staðið
Og hvað þýðir að orðin sé vel aðeins staðið? Það þarf að gæta þess að viðskiptahagnum sé skipt réttlátlega milli fólks og fyrirtækja og milli ólíkara tekjum. Og ríkisvaldsins. Og ríkisvaldsins. Það verður að vera skattheimta. Og það var þetta sem brást og það þess vegna sem það eru svo margir sem telja sig hafa borið skarðan hlut frá borði og þarna meðal annars að finna fólkið sem greiddi atkvæði með útgöngu Breta úr Evrópusambandinu 2016 og fólki sem hefur verið tvígang kosið Trump. Sumir þetta rétt sjúkdómsgreining en meðalið kolvillust. En kannski bara skjóta þess inn í með tollana ég kannski eitthvað mitt á milli þeirra ég held ekki að tollar svona í sjálfu sér eru kannski ekki, er náttúrulega ekki slæmt. Ég meina, það hlýtur að fara eftir í hvaða marki, hvað er markmið, hver er strategían, hver er efnahagsstrategían og Bandaríkin náttúrulega innvæddust á 19. öld að baki stærsta tollamúri bara heimi og það gerði Bandaríkjunum kleift að verða að fara úr þeirri jaðarstöðu í hagkerfinu að vera útflytjandi hráefna til bresku miðjunar til versmiðjana í Breitlandi að verða að innveldi sem Bandaríkin urðu. Þannig erum við með svona dæmi hvernig tollar gátu virka til að hjálpa Bandaríkjunum að innvæðast. Hvert er planið hjá Trump? Er það innvæðast aftur? Það virðist vera planið. Er það planið? Það er planið. Og upp á hvaða marki er það raunhæft? Og upp á hvaða marki er það líka æskilegt í samfélagi sem byggir á vörum og þjónustu frekar en endilega innvarningi. Á sama tíma hef ég mikla saman með því að vilja svona strategíska tolla á hluti sem er mjög mikilvægt að framleiða innanlands og öðru slíku. En þegar ég kemur að því að bæta lífskjör fólks þá held ég ekki þá er vaxtabroddurinn ekki í því að koma með láglaunastörf úr fátækari löndum aftur til Bandaríkjanna. Það er líklega annars konar verksmið sem hefur verið að reisa núna ef að það er rétt að það sé þessi mikli streymi fjármagns til Bandaríkjanna til fjárfestinga. Þá býst ég við að það sé svona state of the art verksmiður sem eru bara með mikið af gervigreind og róbótum. Við getum alltaf verið nokkuð það, við viljum ekki bæta kjör verkafólks þessar verksmiður. Scott Bessent, fjármálaráðherra Trump, að hann segir að efnahagsstefna ríkisstjórnar Trump gangi út á að hækka laun í Bandaríkjunum. Og þeir gera það með því að ná aftur störfum sem borga hærri laun heldur en þau störf sem fólk hraktist út í þegar þessi outsourcing bylgja byrjaði. Þegar fríverslunin var þannig að störfin færðust til láglaunasvæðana og þannig mistu Bandaríkjamenn það forskot sem þeir höfðu í innframleiðslu og þetta hafði áhrif á vígbúnaðarkapphlaupið hjá þeim, tækniþekkinguna og know-howið og þeir eru að sækja sér þetta aftur undir tollavernd. Það er bara einfald staða en afleiðingin af því verður að hagur lág- og miðstétta hann batnar. En við þurfum 2-3 ár til að sjá það. Hefur þú dæja? Þú á að koma seinna. Já, það er byrjað. Við höfum verið að skoða... Rétt fyrir 2028 þegar verður kosið næsti forseta. Já, raunlaun til dæmis svona iðnframleiðslu starfsmanna að þau hækkuðu fyrir 72, frá 48 til 72 2,4% að ára meðaltali raunlaun. Þau hækkuðu þetta mikið eins og bara hagvöxtur. Síðan kemur tímabil frá 72 til 2016 þar sem þau lækka 0,1% á ári að meðaltali. Þannig að þetta er alveg rosalegt stöðnatímabil sem bandarískt verkafólk og upplýði en eftir að Trump kom í fyrrafallinu og Biden fari eitthvað því líka að þá hefur aukningin verið 0,8% en í ár er hún að það sem liðir af ári er hún 1,9%, þannig að raunlaunin eru byrjuð að sígu upp út af þeim aðgerðum sem er gripið til, meðal annars við landamærin þegar þeir loka á innstreymi að þá hefur það áhrif til að þrýsta upp launum leið fyrir alla þá sem er í samkeppni sem voru í samkeppni við innflutta vinnuaflið, þeirra laun hækka. Á móti kemur að innstreymi erlends vinnuafls til Bandaríkjanna hefur dregist mjög saman og velgengni Bandaríkjamanna og eins og margra annarra þjóða, Evrópuþjóða líka, í efnahagsmálum undangengn áratugi hefur stafað að talsverðu leyti af slíkum aðflutningi vinnuafls. Og þarna er bara einna aflvæki sem að Bandaríkjamenn eru að útiloka frá landi sínu og það á eftir að koma þeim í koll að öðru jöfnu.
Já, sko, við getum líka litið á þetta þannig að mannfjölgun, eftir því sem hún meiri, þá hefur það neikvæð áhrif á hagvöxt á mann. Því hérna... Þetta ekki það Íslendingar sem er hagvöxtdrifin áfram að innflutningi vinnuafls í láglaunastörfum. Enda vaxtakúrfan hjá okkur að hún er að fletjast út. En hérna, það er bein afleiðing og þegar þú dregur úr þessum vexti, bara þetta verður náttúruleg fjölgun eða eitthvað svoleiðis, að þá náttúrulega hefur það áhrif til að hagvöxtur á mann eykst. En nú ég ekki hagfræðingur, en ég þykir samt vita, ég verði en ég samt helst taldi mig vita að framleiðni og verðmætasköpun í Bandaríkjunum hefur aukist mjög mikið á undanförnum áratugum. Gríðarlega. En laun ekki haldist í hendur við þá framleiðni og verðmætasköpunar aukningu. Og það náttúrulega fyrst og fremst ástæðan að finna í skipulegu niðurbroti verkalýðshreyfingarinnar. Já, náttúrulega varði þetta samkomulag sem þeir voru að tala áðan að þyrfti að vera, hvernig að deila út auknum hag. Að það rofnaði á 8. áratugnum þar sem að auðvaldið eða fyrirtækjaeigendur gerðu uppreisn kerfinu sem var áður til þess að auka sín eigin hag og það afleiðingin svo að kjör launafólks lá bara niðri. Það bara hinni ríku unnu í Bandaríkjunum og þess vegna öll þessu uppreisn sem í Bandaríkjunum bara afleiðing af því stríði. Já, ég tek undir það. Heyrðu, eitt varðandi tollana, því ég heyrði svona sjónami frá Asíu daginn. Og þá var það þannig að Trump kemur og hótar að setja á eitthvað, ég segjum bara Tæland eða eitthvað, 60% tolla og þeir segja að við getum ekki lifað við það og það farið að semja við það og samkomulagi 39% tollar og loforðum eitthvað, jáfnvel fjárfestingu, ég veit ekki hvort hann hafi sótt það til Tælands og svona skrifað undir. Og Trump heim og segir hérna munu koma svona mikil peningar inn í ríkissjóð til þess að vega upp á móti skattaafslættinu sem eru veittur undanfarin ára en ef við getum náð jafnvægi í ríkisvexti. Það sem gerist að Tælandi geti skrifið undir þetta bara besta sem gott að fengi frá Bandaríkjunum. Nú beinum við bara að hluta viðskiptum eitthvað annað. Það er bara óhagkvæmt að beina viðskiptum til Bandaríkjanna. Þannig að ávinningur sem Trump heldur að segja fá út úr þessum endalausu stæðstu viðskiptasamningum allra tíma ekki það sem hann heldur. Nei, en á móti má segja að í hagfræðinni að hagvöxtur, að ef þú ert með mikinn innflutning þá mínusar það út hagvöxtin. Þannig að hann uppsker aftur meiri hagvöxt ef að þetta niðurstaðan. En þá þurfa framleiðendur heima fyrir þurfa þá að fylla upp í loftómið eða vakuumið. En þú getur ekki haft hvort tveggja. Þú hefur verið að halda því fram að hann muni fá aukna tekjur út af tollunum. Ég bara nefndi að það væri ástæða, það hefur verið að gerast, en það fylgir því að það ekkert allir sem að beina sínu viðskiptum annað, af því að Bandaríkin ennþá mjög ríkur markaður og heimurinn hefur vanist í að selja til Bandaríkjana og það hefur gefist mjög vel fyrir allan. Hann getur vanist í og sérstaklega því að nú orðin við erum í margpóla heimi og þessi saga eiginlega það að líklega Trump að ofmeta vægi Bandaríkjana og styrk í heimshagkerfinu þegar hann að reyna að þröngva mönnum til þess að borga inn í ríkissjóð með tollum, að þá fara menn bara að finna önnur viðskipti, Kína og... Hann vill annars vegar draga úr innflutningi, hann vill auka útflutning, hann vill meira jafnvægi. Þetta hefur verið slagsíða, það hefur verið gríðarlegur innflutningur og mjög lítill útflutningur. Bandaríski bílar sjást ekki mörgum löndum út af bara innflutningshindrun, hvort sem það eru tollar eða einhverjar aðrar hindranir. Þeir eru heldur ekkert sérstaklega góðir, Já, hver sem ástæðan en þannig að hann að leiðrétta þetta, hann ekki sem sagt að reyna að stöðva heimsviðskiptin og gera eitthvað Bandaríkina einhverju svona, það sem við í hagfræðingar kallum autarki, það mjög hallærislegt orð, en það land sem bara sjálfu sér nóg allt. En hann vill að þeir fái meira af framleiðslustörfum sem borga betur fyrir sitt fólk. Þorvaldur, heldur að bakvita sé eitthvað svona ofmat á styrk Bandaríkjanna, hann geti þröngvað öðrum til þess að borga sér en átti sig ekki á því að menn fari bara með viðskiptin eitthvað annað? Já, ég held það. Það sé að flýta fyrir uppbyggingu Kína. Ég held það og ég held að það sem að gerast í ferðaútvegi Bandaríkjanna núna kunna vera fyrirbúið þess sem koma skal. Það eru miklu færri ferðamenn sem að fara þangað.
Það eru miklu færri flugvélar sem lenda á bandarískum flugvöllum. Það miklu minni nýting á hótelrými allt land, á vesturströndinni og austurströndinni og inn í miðju landi. Og þetta bara önnur myndbilding þessa sem þú ert að lýsa í dæmisöguðinni Tæland. Að menn beini sjónum sínum annað. Og bara þetta eitraða andrúmsloft sem að ríkir ekki bara milli Bandaríkjanna og Kanada núna, heldur milli Bandaríkjanna og Evrópu, eins og heimsbyggðin á mikið undir því að það samband haldist og fáir eiga meira undir því heldur einmitt við Íslendingar. Þetta bara allt saman í uppnámi og þess vegna ríður svo mikið að því að Evrópa þekki sinn vitjunartíma og taki sig saman í andlitinu og sýni þann styrk sem að hún hefur í raun og veru, því að Evrópusambandi er fjölmennara heldur en Bandaríkin og Rússland samanlagt. Og hvernig óskubónu skildu Evrópusambandslöndin alltaf ganga með bettlistaf til Bandaríkjanna. Men Evrópa stærri og hún ríkari en Bandaríkin ef það rétt mælt. Það að segja að velferðin tekin með í reikningin og ekki bara beinharðar tekjur. Og ég vildi óska að þeir sem að stýra Evrópusambandslöndunum og Evrópusambandinu hefðu áttað sig á þessu fyrr og í stað þess að þurfa að standa frammi fyrir því í nöðuvörn við þessar erfiðu kringumstæður sem við búum við núna. Það er bara skjótað inn að því að skringilegheitin í þessu sem þú að segja hefur verið orðuð svona tengst við öryggismál. Það eru 450 milljónir manna sem að biðja 300 milljónir að verja sig fyrir 140 milljónum. Nákvæmlega. Það er eins og Evrópa hafi bara gleymt í hver hann er. En þetta náttúrulega, Evrópa ennþá ekki einu svona orðið sambandsríki, það ennþá, það hefur ekki þessa ákvarðanatöku miðju sem Bandaríkin hafa og það gefur Bandaríkjunum mikinn styrk. Já, rétt. Þetta er náttúrulega mjög hættulegur leikur. En svo lifistandardin í Evrópu hefur drabbast niður út af opbóðslega víðfemu eftirlitskerfi og reglubyrðin er miklu meiri þar og það er verið að gera afreglun ennþá meiri í Bandaríkjunum þannig að reglubyrðin er enn minni. Bandaríkjunum er alltaf þröngva þeirri stefnu yfir á Evrópu. Já, í þessum viðskiptasamningu þá voru var verið að Trump var að reyna að þrýsta einhverju betri stöðu fyrir sína menn. Já, eflaust gera það miklu meiri kröfur til neytendavarna í öllum sínum vörum í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum. Og eina leiðin til að jafna það út að mati Trump sennilega að neytendavarnir verði settar í frost. Ég ætla bara að segja þessi svona tenging sem Trump hefur gert mjög beint milli efnahagsmála og varnarmála. Þetta fá okkur öll til að borga meira fyrir heiðurinn því að Bandaríkin séu aðal og fá að vera aðal og venda okkur Ég held að þetta sé svona tvíeykisferð sem muni til lengri tíma hljóti að bregðast. Því að segir Evrópa hversu náttúrulega eins og segir að vantar þessa pólitísku fórustu, þessa svona pólitísku yfirbyggingu á Evrópu að vissulega en hversu lengi getur Evrópa verið að í rauninni í þessari stöðu. Eins og Þorvaldur var að segja, Evrópa er mun sterkari og stærri en pólitíska yfirbyggingin gefur til kynna og það þegar Trump er farin að tengja svona, og þetta gat gengið vissulega upp meðan Bandaríkin veittu Evrópu að hluta til svona ódýrari varnir. En þegar Bandaríkin er farin að biðja beinlínis að þessi borgað fyrir þetta og að samanskapi að leiðtogar Evrópusambandsins niðurlægi sjálfa sig í hvert skipti sem að Trump kemur í heimsókn. Að það er bara, það hlýtur að vera tímaspursmál. Hversu lengi það getur gengið upp bara gagnvart almenningi heimfyrir. Já, Trump er náttúrulega búinn að vera að berjast fyrir því síðan hann kom til valda að Evrópubúar axli kostnaðin af því að verja sjálfa sig og ég veit ekki hvort að það er einhver niðurlæging sem felst í því en þegar þeir eru búin núna að samþykkja 5% landsframleiðslu í hernaðarmál að þá ættu þeir allavega ekki að líta á sjálfa sig sem eitthvað niðurlægða hvað það var. Nei, svolítið líklega vísa til þess að þeir eru hitta Trumpa þá eru þeir mér finnst að þeir vera niðurlægða. Þeir eru mjög háðir Bandaríkjunum. Þeir eru með skjallan á mjög barnalegan máta og forsætisráðherra Kanada var þannig líka að með það alveg til skammar. Þetta er náttúrulega líka tvílega samband. Hvernig menn láta í kringum hann. Það eru svo óttast svo mikið valdans að það er miðast til skammar. Já, bara Evrópa gekk á lagið og sem ætti ekki að koma Íslendingum óvart því að við erum heimsmeistarar í því að ganga á lagið í varnarmálum. Já.
og við með Evrópa náttúrulega sittur uppi með það og öllum líkindum einhver stefna þannig að ég meina erfitt að ráða í það en líklega eru Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu. Það bara mjög líklegt að það sé langtíma, þeir eru að endurmeta núna svona sína stefnu og mjög líklega niðurstaðið það að þeir dragi sig út úr Evrópu og meti það að þeir eru auka viðbúna á Kyrrahafssvæðinu eins og þeir hafa svo verið að gera í áfengum og þess vegna fór herinn frá Miðnesheiði að það var ákvörðun að draga sig út úr Evrópu og það er bara, þetta er saga sem tekur langan tíma að verða. Þetta fer eftir forsetum. Ég sé bara þeim frekar þarf Evrópusambandið að taka sig saman í andlitinu. Já, en það er náttúrulega skrítið ástand. Það er skrítið ástand í Bretlandi. Já, það er bara í Frakklandi, Guð hjálpi þeim sem alltaf reyna að útskýra hvað er í gangi þar. Já, og þetta er bara, Evrópa lítur ekki vel út. Nei, ég fellst í miður á það. Og þegar maður er að horfa á umræðu í Evrópu, það er enginn í Evrópu að tala svona langt fram í tíman. Þetta er allt saman eitthvað svona viðbröð við einhverju sem að gerðist í fyrragær og þannig að ég sé engan vera að tala svona framtíða stöðu Evrópu. Jú, utanríkisráðherra Póllands Sikorski, hann er mjög flottur. Já. Hann opnar aldrei munninn á þess að væla mjög skynsamlega og það er alls konar fólk víða í þessum löndum sem að svipu lýsing á viðum enda þótt þín lýsing eigi nú við flesta þeirra sem að standa fremstir í flokki í þessum löndum því miður. Herðu, Piltar, takk fyrir að koma hingað í Trump-tíman sem við höfum hérna sem að hérna ég ætla kannski að spyrja eitthvað svona í lokin, það er ekkert þetta að finna í svona þeim tíma sem við höfum lifað eitthvað fyrirbrigði sem er í líkingu við Trump. Rétt. Já, nei, þetta er einstakur persónleiki, ég meina hann er mjög margbreytilegur og virkar mjög ólíkt á fólk. Sumir þolan ekki og aðrir dástaðanum, ég meina það er ákveðin breytt sem við hefum ekki sést lengi einhverja stjórnmálamenn. En ég held að ég held sem er mikilvægt að skilja það sem er í gangi í Bandaríkjunum og að okkar fólk sem er að stýra stjórnsýslunni og ríkinu að það sé meðvitað að það er ákveðin rök þarna í gangi þannig að við bregðumst rétt við getum ekki eins og það var tilhneiging hérna fyrir kannski 1 eða 2 árum að líta á Trump sem bara einhvern vitleysing og hafna öllu sem hann er að gera og bíðan af sér. Já, bíðan af sér og svona en það þarf miklu hérna myndi ég segja svona meiri þolinmæði og skynsemi í að nálgast hvernig við tökum á mótunum og bara í því sem hann er að gera. Trump er gangster og ég hef enga þolinmæði gagnvart honum. En ef við tekum Trump þá er eftir eitthvað sem að geti kallast Trumpismi sem að mun kannski verða ríkjandi og ráðandi stjórnmálatafl í Bandaríkjunum lengi ennum sinni svo settir. Það er ekki sveinn. Jú, nú erum við alltaf komin út í einhverjum svona félagsfræði, það ekki hvað er það sem að orsakir og hvað skiptir mestu máli. Þannig að jarðvegurinn fyrir Trumpismann mun ekki hverfa. Trump mun ekki lækna meinið upp á því marki að hreyfingin sem hefur komið honum og hefur haldið honum við völd muni hverfa. Og þá er það þannig að eins og hreyfingin sé sjúkdómseinkenni. Já, einmitt á bara þessum aðstæðum sem við höfum meðal hans farið í En að samanskapi eru aðstæðunar ekki nægar til þess að það útskýr ekki einu sér Trump, heldur líka maðurinn sjálfur og hans svona persónuleiki sem eins og Þorsteinn minnist á sem er einstakur, hann hefur sett mark sitt á bandarískt stjórnmál að meira marki en nokkur annar forseti Bandaríkjanna undanskildum Ronald Reagan, Franklin Delano Roosevelt og George Washington. Ef við tölum bara að hafa dóminar á stjórnmálasviðinu í langan tíma. En hann dóminar ekki bara stjórnmálasviðinu, ef það verður að búa til Trump þá verður við að taka bara eitthvað svona fenómen eins og bara Elvis eða eitthvað inn í þetta. Því hann er á svo furðulega menningarstöðu líka Já, og það er eina góða fyrirtónum fyrir okkur sem erum svona frekar hikandi svo vakt til orða tekið Trump-fæðingu heimsins og þar með Íslands að það er mjög stór spurningamerki hvort þetta geti lifað af án Trump sjálfs. Hann er svo sérstakt fyrirbrigði að það er ekki framleitir margir svona. Já, en samskapið verður náttúrulega jarðvegurinn og aðstæðurnar verða alltaf og það geta búið til mögulega jarðveg fyrir eitthvað verra, það er verið. Herðu, Þorvaldur, Þorsteinn og Sveinn, kæra þakki fyrir að koma hingað í Trump-tíman. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauða borðið, við erum alltaf að skilja heiminn með næsti kafli eftir augnablik. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku.
Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.